Góðan daginn öll sumul. Ég virkilega ánægður að sjá okkur öll hérna því að það eins og við segjum og sögðum í gær það orðið veruleg samkeppni frá Kauphöllinni sjálfri með fundatíma. Þau eru hérna í næsta sal. En ég ætla að fara hérna yfir uppgjörið okkar sem að við vorum að birta seinnipartinn í gær. Og eins og þið vitið að þá það frá mars byrjun 2015 og til febrúar loka núna á síðastliðin. Nú helstu upplýsingar úr okkar uppgjöri eru þær að hagnaður rekstrarársins hann nam 3.596 milljónum króna eða 4,6% af veltu. Nú vörusala rekstrarársins hún var 78.366 milljónir, framleiðin 24,4%. Hagnaður fyrir afskriftir fjármagnsliða og skatta, EBITan var 5.659 milljónir, heildareignir 29,7 milljarðar, handbært fé 3,8 milljarðar í lok rekstrarársins, eigið fé 16,3 milljarðar og eigið fjárhlutfallið 55,1%. Reikningurinn sjálfur, eins og áður sagði, þá erum við með þarna vörusölu upp á 78,3 milljarða. Framleiðin hjá okkur hún 19.109 milljónir og 24,4%. Hún fer upp 0,4% af sölu á milli ára eða 605 milljónir króna. Launakostnaður var 7.162 milljónir eða 9,1% af sölu, hafði verið 8,7% árið á undan. Annar rekstrakostnaður 6.494 milljónir, hafði verið 6.337 og hækkar 2,4%. Þannig að við erum með þarna framleiðaraukningu upp á 605 milljónir en kostnaður auka upp á 639. Við erum þarna ná framleiðarauka upp á 0,4% en kostnaðaraukin 0,5%, þannig að við erum aðeins að fara niður í hagnaði fyrir í EBITunni hjá okkur úr 7,3 í 7,2% fyrirgefið og EBITan eins og áður sagði 5.659 milljónir króna. Nú það féll dómur núna í mars í héraðsdómi út af svokölluðu mjólkurmáli sem að var frá árinu 2005 og 2006 þar sem að Norvík sem að tók við máli Kaupáss bætur eftir svokallað mjólkurmál vann í héraðsdómi og við erum að færa til gjalda skuldbindingu upp á 413 milljónir vegna þess máls en höfum tekið ákvörðun áfrýjun á því máli til Hæstaréttar. Nú árið að mörgu leyti svipað árinu á undan og þegar við horfum svona tilbaka þá var fyrri hlutin þungur. Við vorum með verkföll fyrstu mánuði rekstrarársins og væringar á vinnumarkaði sem að síðan skiluðu sér í nokkrum kostnaðarauka í launum. Hins vegar má segja seinni hlutin að það hafi náðst að vinna það upp, þannig að við erum að lenda í sjálfu sér árinu á mjög svipaðan hátt og árið á undan og erum mjög ánægð með þá niðurstöðu. Kostnaðarhlutfallið í heild að fara úr 16,9% á síðasta ári og í 17,4% eins og áður sagði í heild og við förum aðeins betur yfir það á eftir. Nú aðeins til að taka saman samhengið í þeim tölum sem við erum að horfa á, að við erum með 1,6% veltuaukningu og það kannski í sögulegu samhengi ekki mikil aukning. Á sama tíma erum við með litla verðbólgu, við erum með meðaltalsbreytingu á vísitölu neysluvers upp á 1,86%.
Ef við tökum húsnæðisliðin frá þá hækkunin 0,35% og þegar við vegum okkar heildarinnkaup í gjaldmiðlum að þá styrking krónunar upp á 2,6% á þessu tímabili. Við tókum saman okkar eigin innflutning sem í gegnum aðföng og þá ég að tala þurrvöru innflutningin að þar við með magnaukningu upp á rúmlega 4% og með meðalverð á kassa sem lægra upp á rúmlega 6%. Þetta ekki nákvæm sama samsetning á milli ára, þannig að þetta ekki alveg heilög vísindi en þetta samt mjög sterk vísbending það að við að skila okkar gengisstyrkingu í vöruverði til okkar viðskiptavina. Og það má segja kannski að aðföng eru að kaupa mikið í evrum á meðan að aðri gjaldmiðlar eru kannski sem að fóru kannski ekki alveg í sömu línu á evran á síðasta ári sem eru þá þyngri annar staðar. Efnahagsreikningurinn, við erum með fasta fjármuni upp á 16,6 milljarða, veltu fjármuni upp á 13 milljarða, þannig að heildareignir samtals eru 29,7 milljarðar, eigið fé upp á 16 milljarða 368 milljónir, við erum með langtímaskuldir upp á 4 milljarða 257 milljónir, skammtíma vaxtaberandi skuldir upp á 763 milljónir, aðrar skammtíma skuldir upp á 8 milljarða 317, þannig að heildarskuldir eru 13,3 milljarðar og eigið fé og skuldir samtals þarna 29,7 milljarðar. Sjóðstreymið að við erum með handbært fé frá rekstri upp á 5 milljarða 754 milljónir og erum með fjárfestingarhreyfingar þarna upp á 2 milljarða 548 milljónir, fjármögnunarhreyfingar upp á 2 milljarða 744 milljónir. Þannig að við erum með hækkun á handbæru fé upp á 462 milljónir, vorum með í upphafi árs 3,3 milljarða, 48 milljónir betur og í lok ársins 3 milljarða 810 milljónir króna. Ef við förum yfir þetta aðeins betur að þá í upphafi árs erum við með þarna 3 milljarða 348 milljónir í handbært fé. Handbært fé frá rekstri síðan á árinu eða tímabilinu eru 5 milljarða 754 milljónir. Við erum með fjárfestingarhreyfingar upp á 2 milljarða 548 milljónir og þar að veru fasteigna kaup upp á 1371 miljón. Í fjármögnunarhreyfingunum sem eru 2 milljarða 744 milljónir að þar erum við með arðgreiðslu upp á 1992 milljónir sem voru greiddar til hluthafa á rekstrarárinu. Þannig að handbært fé í lok ársins 3 milljarðar 810 milljónir. Ef við förum yfir eiginfjárbreytingarnar að þá erum við með í upphafi árs 14 milljarðar 764 milljónir. Arðgreiðslan 1992 milljónir eins og áður sagði og hagnaður ársins 3 milljarðar 596 milljónir. Þannig að eigið fé í lok árs 16 milljarðar 368 milljónir. Við höfum sýnt þróun á þessum lykintölum á þessum fundum og erum núna í eigið fé komin í 16 milljarða. Eigið fé hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár og hlutfallið núna 55,1% og það kom fram í tilkynningu okkar í gær að stjórn félagsins mun leggja til óbreytta krónutölu á hlut í arð sem þá gert ráð fyrir að verði greitt út í sumar. Arðsemi eiginfjárfélagsins hún hefur verið mjög góð með hækkandi eiginfé að þá hefur arðsemin aðeins farið niður en við erum enn í 23,1% á síðasta ári í arðsemi og svo arðsemi svona í öllum samanburði mjög góð. Fjöldi hluthafa, hann var í lok rekstrarársins 960 og við töpuðum aðeins úr þeim hópi á síðasta ári, við vorum með 1124 árið á undan, við erum með þarna 730 einstaklinga, 194 fjárfesta
og 36 lífeyrissjóði. Þannig að samtals gerir þetta 960 hluthafar sem að voru í okkar hópi í lok rekstrarársins. Nú aftur sögulega þá má segja að veltu aukningin undanfarin ára, hún hefur verið hófleg. EBITan hefur verið yfir 7%, 7,2% á síðasta ári, fór hæst í 7,7 árið 2013 til 14. Við erum með í mörgum vöruflokkum eins og okkar eigin innflutningi, þá erum við með verðhjöðnun á síðasta ári meðan við erum með magnaukningu, þannig að við erum ekki að skila krónutölu hækkun mikilli þó hún sé umfram vísitölu án húsnæðis, að þá í sjálfu sér veltu aukningin hófleg miðað við það sem hefur verið undanfarin ár. Nú, það hefur ítrekað komið fram hjá okkur að okkar áherslur voru að minnka skuldsetningu félagsins og greiddum niður skuldir grimmt, þar til má segja á síðasta rekstrarári að þegar að við í rauninni tókum þá ákvörðun að það væri komið nóg að við myndum halda okkur við niðurgreiðslu samkvæmt til lánasamningum sem eru í gildi. Þannig að við erum núna með nettó vaxtaberandi skuldir upp á 701 milljón eða rúmlega 0,1 sinni EBITu félagsins á síðasta ári. Nú framlega þróunin að hún hefur verið mjög jöfn undanfarin ár í mjög langan tíma. Við erum að fara upp á síðasta ári þarna 0,4%. Við höfum lagt mikla áherslu á það að segja opinberlega að við erum í langtíma sambandi við okkar viðskiptavini, þannig að við erum að láta okkar viðskiptavini njóta styrkingar krónunar og það er sveiflur sem eru þar. Nú komin upp umræða til dæmis fatnað og það er alveg ljóst að við erum að skila þeim lækkunum sem þar komu fram í vöruverði. Við erum með þessar tölur langt aftur í tíman og það sína, svo ekki verður umvilst, að ef við værum að taka breytingar, hvort sem að það væru 20% breytingar á gengi eða gjöldum, að þá kæmi það fram í þessari mynd sem ég að sína hér. Og það eru í rauninni með ólíkindum að ASÍ hafi bara fram að færa ásakanir en engar lausnir. Það liggja fyrir staðreyndir okkar þróun og ég get auðvitað bara að tala fyrir okkar fyrirtæki, en það er alveg ljóst að við erum að skila þeim ábata. Fyrir utan það auðvitað trúverðugleiki okkar í okkar baráttu fyrir minni gjöldum á verslun almennt, að hann ekki mikill ef við erum ekki að standa við orðin. Þannig að ég held að þessi mynd segi svolítið okkar sögu í þeim breytingum sem hafa orðið. Við erum að rokka á broti úr prósenti í framlegð á þessum fjölmörgu árum og ef við værum ekki að skila 4 eða 5% tollalækkun eða 4 eða 5% af tollalækkunni, að þá kæmi það fram í okkar tölum tiltölulega hratt. Nú, kostnaðarhlutföllin, við erum að fara upp í kostnaðarhlutfalli á síðasta ári eins og áður sagði. Við erum með hækkandi launakostnað og það búið að gera tvenna samninga, annars vegar í maí í fyrra og svo aftur í upphafi þessa árs. Þannig að heildarkostnaðarhlutfalli fer í 17,4% sem það sama og það var 2012 til 2013. Við vorum með kostnaðarhlutfall undir 17%, 2 ár þar á undan, það er sem sagt 2013-14 og 14-15 og fórum þar lægst í 16,7%, en hlutfallið hefur farið upp aftur. Það má segja að við náðum í þetta sinn að verja framleiðina til þess að standa straum af þessum kostnaði að mestum hluta, en þó er má segja 15 af hækkunni sem við náum ekki að dekka. Nú það hefur verið
áherslubreiting kannski aðeins í verslunarsamsetningunni. Við höfum verið að fækka tískuverslunum, lokuðu meðal annars Karin Millen í Smáralind og erum að loka Evans í Smáralind núna eftir örfáar vikur. Á móti kemur að þá voru 3 nýjar bónusverslanir opnaðar á síðasta ári og ég mun aðeins fara betur yfir það og eftir. Á síðasta ári að þá kynntum við áherslubreitingu í arðgreiðslustefnu og það má segja svona að við höfum frá því að við gerðum það, þá höfum við endurmetið þá stefnu sem við kynntum og á stjórnarfundi 15. apríl að þá í rauninni gerum við aftur áherslubreitingu og hún svo að þar kemur inn möguleikin að kaupa eigin bréf og stjórn félagsins mun leggja til við aðalfund að sú heimild verði fyrir hendi. Í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins sé svigrúm til þess og það verður gert í formlegri endurkaupaáætlun og þannig að það mun liggja fyrir hluthafafundi að gera þessa breytingu á arðgreiðslustefnunni. Á síðasta ári vorum við með orðalagið, við vorum reyndar með þetta í okkar stefnu en við sögðum að það væri ekki að sinni. Þannig að við erum í raun að breyta því og viljum hafa þetta sem valkost meðal annars vegna þess að tækifæri í fasteignakaupum sem að við heldum að væri meiri að þau eru ekki mörg. Verð hefur hækkað og okkur líður ágætlega með að leigja á meðan að verðið á fasteignum hátt og við erum með samninga sem að við teljum hagstæða. Þannig að við viljum vera með þennan valkost opinn á sama tíma og við erum líka tilbúin að kaupa fasteignir á hagstæðu verði og eins og kemur fram þarna þá óbreytt að það liggur fyrir að lágmarki 50% hagnaðar næstliðis rekstrár verði greiddur út í arð til hluthafa. Þannig að þessi breyting hún verður lögð fyrir aðalfund félagsins í júní. Helsta fjárfesting félagsins á síðasta ári var nýtt vöruhús fyrir Banana og þar fluttu Bananar í febrúar. Þetta 5.500 fermetra hús og Bananar urðu á síðasta ári 60 ára. Þannig að þetta elsta einingin í okkar hópi. Þetta hús að sögn Kjartan sem að rekur þetta er flottasta ávaxta- og grænmetishús í Evrópu og ég ætla ekki að rengja hann í því, hann hefur þekkinguna það þannig ég trú honum en þetta glæsilegt hús og auðvitað gjörbylta allri umgjörð í kringum þessa vöru og þessa má segja bakland okkar verslana og allri vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk fyrir utan það að þarna eru sérbyggðir klefar með mismunandi hitastigi og sem að fer miklu betur með vöruna þannig að vörugæði að aukast. Við opnuðum 3 nýjar bónusverslanir á síðasta ári. Sú fyrsta hún var í Skipholti hér í Reykjavík. Það verslun sem aðeins minni heldur en okkar svona hefðbundna stærða bónusverslun. Hún opnaði 15. ágúst. Hún rekin í eign sem að við eigum, þannig að við eigum húsnæði þeirra verslunar og hefur farið afskaplega vel af stað. Við opnuðum aðra verslun í Keflavík 10. október. Hún enn minni, þannig að hún lítil verslun niðri í bæ. Hún hefur fengið mjög góðar viðtökur og hjálpar okkar verslun á Reykjanesi sem aðeins út fyrir bæinn. Þriðja verslunum var síðan opnuð bara núna í febrúar, 7. febrúar í Vestmannaeyjum. Þar leigjum við, en þeirri verslun hefur verið líka mjög vel tekið. Það var mikil eftirspurn frá Vestmannaeyjum að fá bónusverslun í bæinn og
bæjarbúar hafa tekið þessu mjög vel. Þar leigjum við en við eigum líka húsnæðið í Keflavík. Nú, eitt helsta verkefni okkar á þessu ári að það breyting á verslun Hagkaups í Smáralind. Ég veit ekki hvort þið sjáu þessa mynd en það má segja að allur kassinn okkar verslun í dag. Við erum að minnka hana nánast helming. Við erum búin að ganga frá leigusamningi til 10 ára það bil 5.600 fermetra. Það þýðir en að verslunin mun minnka 4.800 fermetra sem talsvert. Við erum að mestu búnir að vinna hönnun og undirbúning að þessum breytingum og þær fara á stað núna með haustinu. Það mikil spenna og tilhlökkun fyrir því að opna þessa verslun. Þetta verður nýjasta útgáfan af Hagkaup. Við erum með, má segja, búðin í Garðabæ sem ný útgáfa af Hagkaup eða nýjasta útgáfan en hún þegar orðin, fer að vera 10 ára gömul, ef hún ekki orðin það. Þannig að það mikill hugur í Hagkaupsfólki þar að við erum að þétta búðina, gera hana betri, bæta við nýjum einingum og þjónustu. Fyrir utan það að það sóknarhugur auðvitað í Smáralind að gera þar breytingar og að koma þar nýjar verslanir sem að gera það verkum að húsið verður betra. Norðurturnin verður líklega orðin fullsetin á haustmánuðum sem að muni auðvitað líka skipta miklu máli fyrir þessa verslunarmiðstöð. Leigusamningur okkar við Debenhams að hann átti að renna út í lok þessa almanaksárs fyrirgefiði. Við höfum framlengt hann til loka maí, sem sagt á ári viðbót frá og með deginum í dag. En á þessu stigi þá ekki hægt að segja til hvort að við verðum þar áfram með þá verslun. Nú, við fórum inn í nýjan vöruflokk á síðasta ári. Það liggur fyrir þinginu frumvarp að heimila að selja áfengi í verslunum, þó að ég sé ekki mjög vongóður kannski að það klárist á þessu þingi, þar sem að þeir ekki með rétt af forgangsröðun, þingmennirnir. Að þá held ég að það sé alveg ljóst að þegar að fram í sækir að þá verður þessi vöruflokkur inn í okkar verslunum og við í rauninu tökum þá ákvörðun að fara inn í þennan vöruflokk hvort sem að þetta frumvarp fer í gegn eða ekki. Það skýr markmiðasetning hjá okkur í gangi og við ætlum okkur hlut af þessu markaði. Fyrsta varan sem að við komum með var Euroshopper bjór sem að hefur bara vakið mikla lukku og að seljast vel. Þetta langódýrasti bjórinn í ríkinu, 4,6% að styrkleika í alkohóli og kostar 239 krónur sem þetta 10-15% ódýrari heldur en næsti valkostur. Núna í byrjun maí að þá voru 12 tegundir af léttu víni sem að fóru inn í verslanir ÁTVR til pröfu og kerfið þannig að við fáum að selja í 4 verslunum til að byrja með. Ef að salan gengur vel að þá fer þetta í 7 verslanir og síðan í 9 og svo framvegis. Þannig að við teljum okkur vera að koma með samband við góða framleiðendur. Það mikið af góðum framleiðendum víða og þessi uppbygging á þessum vöruflokki hún í fullum gangi. Það eru fleiri vörur á leiðinni og ég rekna með að við verum komni með á milli 30 og 40 vörur í september í sölu. Við leggjum áherslu á það að vera með mjög hagstæð verð og þau vín sem eru komið núna þau eru þetta frá svona 300-400 krónum og upp í 1000 krónum ódýrari heldur en sambærileg vín sem eru í gæðum. Þannig að ef þið viljið góð vín og góðu verði að þá komið til með að finna þessi vín held ég fljótlega.
En það eru 2 dómsmál sem eru af þeirri stærðargráðu. Ég held að sé rétt að fara yfir þau í þessari kynningu. Það annars vegar að félagið var dæmt til þess að greiða skaðabætur til Norvíkur núna í mars og þar erum við að færa til gjalda 413 milljónir króna. Við höfum áfrýjað þessum dómi og vonumst til þess að honum verið snúið í Hæstarétti en enga síður að þá þessi upphæð færð til gjalda og niðurstaða héraðsdóms og hún liggur fyrir. Nú á sama hátt að þá kom niðurstaða í öðru máli sem að var ólögmæt gjaldtaka ríkisins, þar sem að við stefndum ríkinu og töldum að gjald fyrir svokallaða tollkvóta sem áttu að vera fríkvótar væri óheimil gjaldtaka. Þar voru okkar dæmdar 245 milljónir króna sem að í rauninni það tímabil sem að upphæði nam fram að stefnu. Ríkið hafði reyndar haldið áfram þessu fyrirkomulagi, þannig að við erum með kröfu eða gerðum kröfu upp á aðrar 338 milljónir eftir að dómurinn féll. Ríkið hefur samþykkt 217 milljónir og greitt af þeirri upphæð, þannig að við höfum fengið greiddar 462 milljónir vegna þessara ólögmætu gjaldtöku. Þetta hefur ekki verið tekjufært í reikningin og verður ekki tekjufært. Við höfum sagt það allan tíman að þessir peningar voru greiddir af okkar viðskiptavinum sem oftekin gjöld og þeim verður skilað á sama hátt til okkar viðskiptavina með lækkuðu vöruverði. Það eru 2 vörur sem eru komnar í sölu og við byrjuðum á kjúklingabringum frá Euroshopper, þar sem að við erum að taka 270 krónur á kíló til þess að lækka það vöruverð. Fyrsti skammtur var 55.000 pokar og hann búinn og við erum komið með annar skamt. Að sama skapi erum við með töluvert magn af heilum frosnum kjúkling og erum þar að sýna verð sem að hefur ekki sést í íslenskri verslun í kannski 20 ár. Ef við horfum á verðbólguna aftur, en það 498 krónur sem nú til sölu í verslunum. Við komum til með að nota þessa fjármuni og það mun taka einhver tíma, einhverja mánuði að koma þessu aftur til okkar viðskiptavin, en það alveg ljóst að þeir munu geta gert góð kaup í þeim vörum sem að þessi gjaldtaka nær til. Nú, eitt af fjárfestingaverkefnum síðasta árs var breyting á fatatildunum í Hagkaup, þar sem að við vorum að breyta þeim yfir í F&F-dildir, en eins og þið vitið að þá F&F í eigu Tesco og við tókum upp samstarfið þá fyrir 2 árum. Eina verslunin sem eftir að það verslunin í Smáralind sem að við komum til með að klára í haust með þeim breytingum sem að verða gerðar þar. Hagkaup með þessum breytingum og með þessu samstarfi orðin ódýrasti valkosturinn í fatnaði á Íslandi og við erum að sjá sérstaklega eins og Selfoss, Njarðvík, Akureyri, þetta að ganga mjög vel og að söluaukningin mikil. Eins búið að breyta spönginni, við erum búin að minnka þá búð, komin í 24 tíma, gengur mjög vel, þannig að verkefnið í heild að ganga vel. Nú, ég get ekki látið hjá líða að fara yfir vinsælustu fyrirtæki landsins og ég svona við þessa yfirferð leiti yfir listana, það 28 ára saga að bak við þessar kannanir og í síðasta eintakinu að þar listi yfir fyrirtækin sem í fyrsta og öðru sæti á þessum lista frá árinu 1989 held ég að sé, og þar Hagkaup og Bónus með 29 skipti. Það sést í meir en helmingi tilfella Hagkaup og Bónus í fyrsta og öðru sæti á þessu lista og Bónus á þessu ári
í 14. sinn, þriðja ári í röð, valið vinsælasta fyrirtæki landsins og ég held að þetta sé alveg einstakt og sýnir í rauninni það traust sem að viðskiptavinir bera til þessara fyrirtækja. Nú ég ætla að nota tækifæri bara að þakka samstarfsfólki, stjórn og öðrum fyrir samstarfi á árinu. Við erum ánægð með uppgjörið og miðað við erfiðar aðstæður í upphafi árs að þá held ég að það hafi ræst vel úr þessu ári og að því sögðu þá ætla ég að segja takk fyrir og en taka við spurningum ef það eru einhverjar. Ég held almennt að þá eru okkar ekstra ár byrjar í mars og ég veit ekki hvort þá að segja það sé réttu mælikvarði en ég myndi segja árið hjá okkur fer ágætlega á stað. Í mars byrjun að þá í rauninni stærsta útborgun ársins og sennilega stærsta útborgun í mjög langan tíma þar sem að var verið að gera upp launahækkanir frá 1. janúar. Þannig að það má segja að árið fer ágætlega á stað. Hafandi sagt að þá líka hef ég oft verið spurður er ekki ferðamanna verslunin að hafa mikil áhrif á ykkur, hún er ekki að hafa stórkostlega áhrif á okkur og þannig að það ég myndi segja að þetta fer ágætlega á stað en já, ég held ég segi ekki annað það. Við erum með bara hóflega fjárfestingar. Við erum með opið fyrir það ef við finnum fasteignir. Við erum auðvitað að opna á þennan möguleika með kaup á eigin bréfum. Þannig að það má segja við erum helmingurinn af hagnaðinum fer í arð. Ef við erum að opna á kaup á eigin bréfum að þá erum við í sjálfu sér að horfa svolítið til þess að ef að það er svigrúm með lausa peninga þá er hægt að kaupa eigin bréf. En það má segja að fasteignamarkaðurinn eins og hann að þróast og hefur þróast undanfarið ár myndi ég segja 1 til 2 ár að þá eru verðlag á þeim markaði einhvern veginn komið á þann stað að það er ekki mörg tækifæri. Eða ekki að segja að það fer ekki saman kaupvilji okkar og þau verð sem í boði. Korputorgið núna bara til loka júlí og þá það úti, það að segja að þessi outlet hluti sem 2800 fermetrar og við tilkynntum það á síðasta ári að það var einn af þeim samningum sem að dettur út. Síðan erum við bara að endurnýja eftir þörfum því að þetta auðvitað með 57 verslanir að þá eru þetta 57 mismunandi samningar og þeir gerðir á mismunandi tímum, gjarnan til 10 ára. Þannig að við erum að endurnýja á hverju ári nokkra samninga. Við höfum sagt að við viljum fækka fermetrum og þar eins og nefnir Holtagarðar erum við tilbúin að fækka þeim allverulega og við erum að horfa á fleiri staði með fækkun fermetra. Við höfum, má segja frá skráningu verið að semja á óbreyttum verðum eða með lækkunum
en ég leyni því ekki að það hafa orðið átök undanfarið. En það alveg ljóst að stefnan alveg skýr, við með bónus, við að bjóða lágt verð, það grundvallast á lágum kostnaði og við munum ekki reka bónusverslun í húsnæði sem kostar á mikið. Svo sem má segja, það sem við höfum verið að gera, það kannski lýsir áherslunum. Við höfum verið að minnka skuldsetningu og ég tel mikilvægt að félagið sé fjárhagslega sterkt. Ég held hins vegar að við höfum sýnt það að við komum þeim fjármunum sem verða til okkar hluthafa og ég held að sé meira vert þá að gera það í gegnum kaup á eigin bréfum og arðgreiðslur heldur en að skuldsetja félagið. Þannig að ég lít á í sjálfu sér verður að segjast bara eins og að í fyrra í þeirri stefnum sem við settum fram, þar sem við sögðum að við ætluðum ekki að kaupa bréf að sinni, að það íhaldssöm og varfærin stefna sem við segjum þar. Það fyrirhuguð samkeppni á þessu markaði og við viljum vera fjárhagslega sterk til þess að takast á við hana og ég tel ekki aukna skuldsetningu réttarlega til þess að breyta þeirri fjármagnsskipan. Það hins vegar alveg ljóst að það aðilar sem telja okkur vera með ósterkan fjárhag og mikið eigið fé og allt það. En við þá með leiði til þess að koma þeim peningum sem að verða til hluthafa. Ég held að ný stjórn kemur til með að marka það þegar hún hefur fengið þetta umboð og við munum leita ráðgjafar í þeirra aðferð sem við notum. Þannig að það liggur ekki fyrir, nei. Hún matur megin, get ég sagt, án þess að segja meira og bónus og hagkaup bæði í magnaukningu. Sérvöru hlutin ennþá þungur, það verður bara að segjast alveg eins og Þetta önnur hver flík og rúmlega það keypt í útlöndum. Við með verulegar kostnaðarhækkanir í launahluta. Launahlutin hærri í sérvöruverslun heldur en í matvöruverslun. Þannig að kostnaðar hlutföllin að þau að vega þyngra þar. Húsnæðiskostnaðurinn vegur líka þungt og þannig að það enn erfitt á þeim markaði, það bara að segjast þessu Við gerum það, já. En það auðvitað okkar vinna bara að sjá til þess að það séu sanngjarnar og byggðar á einhverjum forsendum og það auðvitað okkar vinna bara alla daga að takast á og gera góð innkaup. Það ekkert öðruvísi. Við getum ekki boðið okkar viðskiptavinum gott verð ef við náum ekki góðum innkaupi sjálf. Ein af þeim aðferðum sem við erum að nota og við auðvitað að leggja áherslu á okkar eigin innflutning og þar við að ná hagstæðum innkaupum og höfum verið að ná aukningu í hlutdeild í mörgum vöruflokkum. Því þessi beinu tengsl við framleiðendur erlendis, þar sem við náum að kaupa í heilum gámum og skila því til okkar viðskiptavina, það skiptir auðvitað verulegu máli. Þeir svo alvarleg, ég sagt eitthvað á það sem var ekki alveg.
Var það fjármagnsskipanin eða hvað? Já, vantar bjór. Það kemur að því að Lárus býður upp á vinkynningu held ég. Já. Heyrði, ef það ekki fleiri spurningar þá bara þakka ég kærlega fyrir komuna.